Komið sæl og velkomin í Eitt og annað. Föstudagsþátturinn elsti þáttur okkar á N4 og hann hefur runnið og haft það gott í ansi langan tíma og við ætlum aðeins að rifja upp svona skemmtileg og tímalaus innslög úr föstudagsþættinum. Við ætlum að byrja á því að tala við hann Hannes Örn Blandón en hann var mjög lengi sóknarprestur í Eyjafjarðarsveit, hætti í febrúar 2019 og hann spjallaði við Maríu Pálsdóttur starfslokinn og trúna og lífið, áhuga leiklist og margt fleira. Til mín í sófann kominn góður gestur. Hann hefur starfað sem prestur í hátt í 40 ár. Hannes Örn Blandón Séra, velkominn. Þakka þér fyrir. Þú ert að fara að hætta. Já, nú komið að 5 krossgötum. Já, hvernig leggst það í þig? Ég nú búinn að undirbúa mig hríð. Já. Eina sem að ég óttast það að mér langar ekkert að fara úr Eyjafirði. Þarftu þess? Nei, en ég hef ekki fundið neitt staði ennþá en sko, mér hefur eiginlega hvergi á ævinni liðið betur heldur en einmitt í Eyjafirði. Já. Þó ég sé alin upp á Mölinni í Kópavogi og skóla í Reykjavík þá þetta datt mér ekki til hugar, ég færi hingað norður en hérna ég búinn að vera í Eyjafirði næstum því hálfa ævina eða rúmlega það. Byrjaði í Ólafsfirði? Byrjaði í Ólafsfirði. Örfá ár eða hvað? Já, 5 ár. 5 ár og svo komstu hingað? Svo kom ég hingað og hérna varð bara strax ástfangin af staðnum. Síðan náttúrulega sko áttaði ég mig líka á því þegar ég komin hingað inn í Eyjafjörð að ég gat sinnt ýmsum áhugamálum ýmsu því sem ég hafði gaman af. Ég gat sinnt skórækt. Já. Ég er búinn að rækta svolítið skó. Ég gat sinnt, mér fannst skemmtilegt fólk hérna í leikfélaginu og ég tók þátt í því með þeim. Vegna þess að auðvitað þarf maður að vera í einhverju félagsstarfi. Og það var afskaplega skemmtilegu tími, óheyrilega. Veistu, hefurðu töluð yfir fjölda uppfærsluna sem þú tókst þátt í? Nei, en sko ég lék í ýmsu hinu og þessu og málið auðvitað það að þetta fékk í æð eins og en andlegu mál. Foreldrar mínir nefnilega, pabbi og mamma, þau stofnuðu með öðrum leikfélag Kópavogs 1956. Já, það virkilega? Og þá var ég dreginn á æfingar. Já. Og bara barnaði því hún hafði enga pössun og ég horfði á þau umbreytast í alls konar persónur og mér fannst það alveg ofboðslega athyglisvert og ég hugsaði, þetta ætla ég að gera. En af hverju varstu ekki leikari? Sko, ég áttaði mig líka á því að eins og einhver hérna uppi segir, sko, heyrðu, skemmtu þér dálítið, en þetta er ekki alveg það sem þú átt að gera. Ókei. Já. Og svo hefur líka verið að syngja og spila og sko snúa textum. Já, sko, ég meina, það er enn eitt áhugamálið, en sko, kannski ekki alveg það sem ég átt að gera. Nú, fyrstu eitthvað ákvörður fyrir það? En það er svona, sko, ég held að sé í öllum mönnum það ekki, María, sko, þetta sem heitir alter ego, hitt egoið, hinn persónan. Það er þessi, sko, þú ert ákveðin persóna framan fólk í ákveðnu starfi en svo hefurðu einhverja hliðarpersónu sem er dálítið öðruvísi og hún þarf aðeins að fá útrás öðru hvoru. Já. Ef þú verður beðin að lýsa svona, kannski engin dagur eins, en svona dagur í lífi sveitaprests, það er hérna sóknarnefnd sem þú þarfst svona eitthvað að tala við. Sóknarnefndir. Nokkrar, af því þetta eru margar kirkjur, margar sóknir. Margar sóknir. Útskýrðu þetta aðeins, þetta er pínu flókið? Ekki, sko, það eru 6 kirkjur þarna fram í sveit, framan Akureyrar eins og Eyfirðingar segja. Og það eru þar leiðandi 6 sóknarnefndir og sko, það þýddi það að fljótlega þurfti að skipuleggja þetta þannig yfir mestmegnis yfir vetrartímann að rúlla á milli kirkna. Já. Þessar 2 í þessum mánuði og svo aðra 2 og svo framvegis og þannig hefur þetta rúllað. Sko, ég get ekki sagt að ég hafi verið ofsalega önnum kafinn í prestverkum. Það er dálítið að vera á sumrin. Fólk eins og ég til dæmis, brottfluttur Eyfirðingur, ég kem hingað til að láta þig gifta mig og skýra börnum í, þannig að það hlýtur nú að vera eitthvað meira en að gera en að sinna bara Eyfirðingum. Já, þetta hefur verið, sko, fólkið hefur komið norður og eða héðan og þaðan heldur tryggð við sína heimabyggð og kemur til í sína kirkju og lætur skýra börnin sín og svo framvegis. Sko, mér þykir, ég veit ekki, ég hef búinn að ferma allir ekki 20 börn á árið í þessu tæplega 40 ár. Og mér þykir alltaf óskaplega vænt það þegar þau koma svo orðnir foreldrar.
og þá fæ ég að skýra börnin eða ég fæ að gifta þau eða eitthvað og þetta hefur svona bunnið áfram að ég hef tengst eiginlega ótrúlega mörgum fjölskyldum á þessum árum og það náttúrulega líka afskaplega dýrmætt. Þannig að það hljómar eins og það hafi alveg svolítið að gera en kannski þetta svona ákveðin sveigjanleiki í þessu starfi af því að þú ert hérna í þessari Sko ég hef þannig með að vera sveitaprestur þýðir það til dæmis að maður á vakt alla sólarhringinn, alla daga eiginlega, nema maður tekur sér frí. Það ekki, sko, það ekki yfirþyrmandi, það koma náttúrulega stundum afskaplega erfið mál og ekki oft en það kom upp erfið mál sem hún þarf að sinna, þetta sko, það er ýmislegt sem kemur upp á og ég hef náttúrulega reynt af fremsta megni að hérna vera til þjónustu reiðubúin alla tíð. Eins og ég sagði við þig hérna áðan, sko, ég áttaði mjög fljótt á því að ég er náttúrulega ekki engill, hef aldrei verið, og varla dýrlingur, en ég held að ég hafi aldrei nokkuð tímann sko hafnað neinni þjónustu hafi ég mögulega getað þjónusta, skilur verið tekið þátt í þessu með bæði sorg og gleði, sérðu. Og það er ofsalega dýrmætt og mikil lífsreynsla náttúrulega að fá að taka þátt í lífi fólks bara frá A til Ö nánast. Það er dýrmætt og situr í huganum. Ég hins vegar náttúrulega krossgautum núna. Já, og hvað sér þú fram? Þú sagðist þér búin að undirbúið aðeins. Já, ég sko... Þarftu að leita húsnæði? Þarftu að fara úr prestbústaðnum? Hvernig er það? Já, ég þarf örugglega, sko, ef það verður ofan á sem sagt að Laugalands prestakall verði áfram slíkt, það nú einhverja blikur á lofti að sameina eitt og annað, sko. En ég veit ekkert það, ég ekkert skiptur af því, önnur umræða. En sko, það náttúrulega ljóst að fráfarandi sóknarprestur, hann fer af staðnum og eitthvað annað. Og eina áhugjefnið mitt það að hérna hún Svana mín sem er nú yndisleg kona á all sín börn og við okkar börn suður í Reykjavík og hún draga mig suður í Hafnarfjörð. Ég veit ekki, ég get ekki. Það má ekki vera. Við þurfum að finna eitthvað úr þessu. Nei, ég fyrir ekki það finningar hérna. Ekki illa meint. Ekki illa meint, en sko, ég vil helst fara láréttur úr Eyjafirði. Já, það verður ekkert strax, þannig að þú þarft að finna þér eitthvað húsnæði. Það er það sem er næsta dagskrá. Það er svona næsta skref. En hins vegar kvíði ég ekki því að standa upp og ég mun ekki standa í vegi fyrir einum eða neinum, sko. Það er alveg ljóst. En vonandi fæ ég nú að hérna sinna mínum áhugamálum eitthvað áfram og svona. Nóg að gera með leikfélaginu vantarlega? Já, það var, en núna auðvitað hefur það minnkað dálítið, sko. Það er farið að halla í norðurátt dálítið svona þrekið og þetta. Já. Þykist þið vera orðinn gamall? Já, sko, annarkvort gerur þetta öllu afli, þú veist hvað þetta er, eða ekki, sko. Þetta eru frábær lokaorð, því að tíminn er hlaupinn frá okkur. Ég veit að það er hálf dónalegt að fá þig í svona stuttspjall, Hannes, en þú kemur aftur og stoppar lengur. Já, allt í lagi. Gangið vel í að hætta að vera prestur. Já, fínt. Takk fyrir komuna. Það er ekki allir sem vita það, en það að vera skipuleggjari er starfsheiti. Hún Virpi Jokinen spjallaði við Maríu Pálsdóttur í föstudagstættinum árið 2018 starf sitt sem skipuleggjari. Hvað ætli það sé? Virpi Jokinen er skipuleggjari og það er starf. Velkomin, Virpi. Takk. Þú ert skipuleggjari og maður hefur nú kannski ekki heyrt af þessu starfi hérna á Íslandi mikið, en þetta er alls ekkit einhver ný bóla, þetta er búið að vera til. Já, þetta hefur verið til frá því 1980 eitthvað og fundið upp í Bandaríkjunum. Og þetta er sem starf sem er að finna víða megin. Og núna kannski fyrst á Íslandi, eða hvað, heldur þú sett ekki fyrsti skipuleggjari? Ég nefnilega tel að ég sé fyrsti svona vottaði skipuleggjandir starfandi á Íslandi, allavega svo ég viti til. Þetta er ákveðið frumkvöðla starf, myndi ég segja, er það ekki? Frumkvöðla starf, Já, kannski. En leið þín inn í þetta starf, hún kannski er ekki alveg augljós, eða hvað? Þú fórst í Listaháskólann, eða ekki? Jú, ég er með myndlistamenntun og ég er með leiðsögupróf, ég er leiðsögumaður og ég hef starfað sem verkefnisstjóri og síðast sem skipulagstjóri hjá Íslensku óperunni. Ég hef búin að starfa við ýmislegt. En ég hef alltaf verið þessi típa sem að finnur sig ekki alveg, það er engin menntun sem að hefur einhvern veginn
Það aldrei bingo? Nei, það aldrei bingo hjá mér. Nei. Það rétt. En með þessu, að þá allt inni fann ég að hérna eitthvað sem mér finnst rosalega gaman að gera og sem að ég eiginlega bara held fram að ég svolítið góð í. Já. Og ég nýt þessu. Ég fæ endalaust út úr þessu. Þú þurftir svona að fara smá leið til að láta þetta gerast. Þú fórst á námskeið hjá Nýsköpunarmiðstöð, það ekki? Já. Eða brautargengisnámskeið. Og svona, og fórst þú fyrstur vottun hann í Finnlandi. Já. Og nú ertu bara með þetta fyrirtæki og getur þú sagt okkur aðeins í hverju það felst? Það nefnilega felst ekki í því endilega að koma og taka til hjá fólki. Nei, þetta nefnilega felst alls ekki í því. Þetta felst í því að heimili nú til dags og hvernig við eigum mjög margt, flestir, ekki allir, en mörg okkar, við eigum mjög mikið. Heimilin okkar eru jafnvel farin að valda okkur, kannski ekki beint vanlíðan, en svona mikilli vinnu, streitu, heimili alls fólks, heimili allra, eru ekki það skjól sem að ég allavega álit að heimilin eiga að vera. Vottaða skipuleggjenda, svona eins og ég starfa, okkar starf felst í því að vera til aðstoðar ef að fólk stendur fram fyrir það að vera með eitthvað, til dæmis heimi hjá sér, sem að veldur tilfinningunni ég get þetta ekki. Ég get ekki slakað á. Ég get ekki slakað á, ég get þetta ekki, ég veit ekki hvað ég á að byrja eða þetta er ekki hægt. Nei. Þetta er mikið. Já, nákvæmlega, þetta er svo mikið, bara ég ræði ekki við þetta. Þá kemur þú og hvernig vinnur þú eiginlega? Og þá kem ég. Ég kem ef ég er velkomin, ef að fólk vill aðstoð, að þá get ég komið til aðstoðar. Þegar ég tek engar ákvarðanir, ég mynda með enga skoðun á því hvað er rétt eða rangt, lítið eða mikið, eða hvað fólk á að gera. En mitt hlutverk felst í því að ég kem og ég hlusta eftir því sem að fólk vill. Hvað er það sem að fólk sækist eftir? Hvað er það sem að vantar? Hvað vill fólk í rauninni laga eða breyta hjá sér? Hefur orðið vör við eitthvað svona eitt sem að er algengar en annað að fólk vilji laga það? Er þetta bara, er allt heimilið undir einhvern veginn? Ég held að sé sko hjá flestum svona almennt álag sem endurspeglast í því að maður hefur kannski ekki alveg tíma í að hlúa að heimilinu eins og maður vildi. En eitt af því sem mér finnst ég sjá á mörgum heimilum eru fötin og þvotturinn sem er alveg magnað. Að þetta er svo mikið. Að þetta er svo mikið og líka því að mér finnst sko fötin þau í rauninni eru svo einföld. Að því við eigum bara föt til að klæðast einhverju til að hlífa okkur. Svo safnast þetta upp, þú veist, fötin sem ég passaði í fyrir 10 árum og einhvern veginn við hendum kannski ekki eða gefum ekki eða hvað. En þá kemur þú bara og ráðlegur fólki hvað það á að gera. Eða hjálpar þeim að finna út úr því hvað það vill gera. Hlusta eftir því hvað fólk vill gera. Þú veist, hvernig það upplifir kannski fötin sín eða þvottin eða fataskápana. Og þá sem sagt leita ég leiða með fólkinu. Hvað er það sem hún myndir frekar vilja eða hvers konar breytingu viltu sjá gerast. Og það er dásamlegt að sjá hvað er hægt með í rauninni mjög einföldum svona kúnstum eða leiðum og lausnum að breyta til dæmis bara akkurat þessa umferð þvottar inn á heimilum og fataskápum og bara að heyra í fólki og þú veist þessa léttir sem við upplifum þegar fataskápurinn er farin að fungera. Það er alveg dásamlegt. Og er það ekkert endilega alltaf að fólk þurfa að losa sig við? Er það stundum bara brjóta saman og raða eða kaupa sér einhverjar hirslur eða er það bara mjög misjafnt? Það er nefnilega mjög sjaldan að maður þurfi að kaupa sér nokkuð hirslur. Það er eitt af því sem ég ráði fólki að gera ekki. Ekki byrja á því að fara út í búð og kaupa fleiri kassa. Meira dót. Meira dót og fleiri kassa. Það er ekki málið. Af því að þegar þú ert búin að gera ákveðið, þá áttu nóg af kössum. Það er bara svoleiðis. Allt í einu bara eru lausir kassar. En þetta er rauninni mikið, velst mér sko, varðandi til dæmis tökum fataskápana. Mér finnst þetta mikið vera fólki í því að hugsa skápana þannig að fataskápurinn, það inniheldur fötin sem þú vilt nota í dag. Ég er að hugsa minn fataskáp, það er sko stór fataskápur og þegar ég flutti í þetta rými, þá var ég svo glöð að því hann er svo breiður og skúffurnar eru svo breiðar. En Jesús Pétur, óreiðan í skúffunum, hún er skelfileg. Það ægir öllu saman. Það er ekki einu sinni raðað sko í þessar 3 hæðir, það er bara allstaðar. Það er ekki skemmtilegt, María. Nei, einmitt. En þarna er akkurat, þú ræður, þú veist. Þarna var alveg flötur til að einfalda líf sitt með einhverjum einföldum aðgerðum. Nákvæmlega, þarna komstu. En hvað er flokkun á, sko, nú er þetta plastið og pappirinn, er fólk ekkert að bugast yfir því öllu?
Hvar það hefur þessar flokkunarstöðvar, hvernig það safnar og... Einna helst það. Já. Hvar á að vera með þetta. Já. Þú veist, það er kannski, það voða mikið fyrir í eldhúsinu. Já. Eða þú veist, af því það er ekki bara ekki ráð fyrir þessu í eldri innréttingum og svona. Það er stundum svolítið svona spurningi. Já. En mér finnst það vera tiltölulega auðvelt að leysa og svara því. Þannig mér finnst það ekki vera stóra málið. Þannig að þetta snýst þetta. Og er það heimili sem, er það sérst fólk bara á heimili sem leita mest til þín, eða er þetta líka kannski fyrirtæki? Þjónaru líka fyrirtæki? Já, ég sérst býð upp á skipulagsaðstoð fyrir einstaklinga og minni fyrirtæki. Mest hef ég unni fyrir fjölskyldur eða heimili, en líka fyrir nokkur lítil eða minni fyrirtæki. Þannig það er bara mjög misjafnt. Og er það líka misjafnt hversu mikið þú þarft að vinna með fjölskyldum? Sumum nægir kannski bara 2 skipti, önnur þurfa 100 eða hvað? Já, þurfa og vilja. Þetta er meira spurning hvað fólk vill. Sumir vilja hafa einhvern alveg við hliðina á sér og klára verkefni. Og taka bara eitt fyrir í einu kannski, svona, eitt rými. Já, nákvæmlega. Og til dæmis segjum eldra fólk sem er að minnka við sig og hefur kannski ekki lengur sko burðagetuna. Þú veist, að fara upp og niður tröppur og lyfta kassa og lyfta boka og svona. Að þar er, þú veist, í rauninni öðruvísi vinna sem að fer fram. Þar sem ég get þá verið aðilinn sem að næri í nýjan kassa og ber boka út. Þetta getur verið alveg svolítið mikið verkefni. Já. Marga daga. Já, marga daga og það er eitt af því sem ég mæli með að fólk hugsi úti, að gefa sér góðan tíma. Það er örugglega hægt að taka til í bílskúrnum yfir eina helgi, en ég hef aldrei getað það. Þannig ég mæli með að gefa sér góðan tíma. Já. Og ef fólk vil kynna sér þetta, komast í samband við þig, hvert snýr það sér? Það er heimasíða á réttrihilli.is. Á réttrihilli.is. Og það er hægt að vinna með á Facebook líka. Senda tölupost, hringja eða messenger skilaboð. Og ertu á réttri hilli núna í lífinu? Ég er algjörlega á réttri hilli. Frábært. Ekki fara langt vegna þess að eitt og annað úr föstudagsþáttum heldur áfram eftir stutt auglýsingahlé. Það hefur oft skort karlmenn í leikskólakennarastöður. Já, af hverju vitum við svo sem kannski ekki endilega, en járnkarlarnir árið 2019 þá fóru þeir í samfélagsmiðla átak til þess að reyna að hvetja aðra karlmenn til þess að drífa sig í leikskólakennaranám. Nú ætlum við aðeins að skoða karlmenn í leikskólum og til mín er kominn hann Magnús Hilmar. Já, takk fyrir mig. Velkominn. Já, þakka þér fyrir. Járnkall. Já. Segðu okkur aðeins, hvað ertu að gera? Hvað er ég að gera? Ég er dagstaglega bara að vinna við að vera leikskólakennari eða ég er að klára núna meistaranámi í leikskólakennslu og get ég titlað mig sem leikskólakennara. Já. En þú ert iðjuþjálfi í grunninn? Iðjuþjálfi í grunninn, já. Og í þetta járnkarladæmi, það er í raun og veru samvinnuverkefni milli mín og hann heitir Eysteinn og vinnur í leikskóla í Reykjanesbæ. Já. Og við erum að vinna með félagi leikskólakennarum að fjölga karlmönnum í stéttinni, leikskólakennslustéttinni. Áhugavert. Já, þetta er mjög áhugavert og mjög gaman að gera þetta. Veistu eitthvað hvað þið eru margir? Herðu. Ertu með eitthvað tölur nokkuð? Ég er ekki með neina harða tölur. Það kom fram til dæmis í viðtali við mig í gær að við erum eitthvað innan 2% af heildarstarfsmönnum. Það er frekar lítil prósenta, eða lág. Já, það er frekar lágt. Svona, það mætti vera meira. Við megum alveg fleirum karlmönnum í stéttina, sko. Og af hverju heldur það sé mikilvægt að fjölga karlmönnum? Sko, fyrsta svarið sem ég er með í huga er að það er svo nauðsynlegt fyrir börnin að hafa fjölbreytnina. Fyrirmyndir af báðum kynjum? Fyrirmyndir af báðum kynjum. Það er líka, sko, núna er við til dæmis búin að tala mikið aðalega við, báðir, kannski ég meira, að þessar stimpil hugmyndir samfélagsins og allra hvað eru kvennastörf og hvað eru karlastörf. Og við þurfum eiginlega svona bara að fjarlægja þennan stimpil. Að konur geti farið að vera flugmaður, það er talið í lagi. Já, núna loksins kannski. Núna loksins, sem er góð, og kona verði læknir. Og það er frábær þróun. En að karlmenn geti verið hjúkrunarfræðingar eða leikskólakennarar eða fluffur eins og kallað er. Já, það er eins og þessi pínu erfiðara við einhvern veginn, eða? Já, það, sko, ég hef fundið aðeins fyrir því sem betur fyrir ekki mikið, því að samfélagið er að breytast og samfélagið
í góðri mótun í raun og veru, á góðri ferð að ég hef ekki fundið fyrir mikilli svona þú átt ekki að vinna við þetta er ekki vinna. Nei, það hlýtur að fara minnkandi. Já, við vonum það og með fleiri karlmennum í svona stéttir að þá kannski bæjast þessar hugmyndir frá svolítið. En þess vegna er nauðsynlegt og það er að við séum fyrirmyndi fyrir breyttum í raun og veru karlmennsku ímyndum. Hvað er karlmennska? Og því að karlmennska er kannski ekki í dag svo sama og hún var fyrir 50 árum. Karlmaður ber ofan að vinna í olíuvinnslu eða í skipasmíði. Ég sæi mig aldrei gera það. En samt svo ert þú sko í þungarokkshljómsveit sem skemmtilegur tvist svona. Já, það er bara mitt enga áhuga mál sko. Ég hef gaman af tónlist allri en ég spila, eins og staðan er núna að spila í þungarokk. En hefur reyndar líka lært óperusöng? Já, klassískan söng, já. Þannig að þetta er svona, breytt áhuga mál svolítið. Já, tónlistin hefur bara, nánast öll tónlist hefur alltaf bara haft mikinn svona þunga í mínu lífi, bara frá því ég var barn. En járnkarlarnir, hvaða aðgerðar áætlun eru þið með í gangi til að fjölga karlmennum? Er það bara að tala nógu mikið þetta eða? Já, sko við ákváðum strax í byrjun þegar við tókum á okkur þetta verkefni, ég og Eysteinn, að við fórum svona yfir sviðið, hvernig umræðan leikskóla sko, mál voru og við vorum sammála það. Hún er oft svolítið á neikvæðum nótum. Það er álag, það er launin og við ákváðum, förum alveg á hinn pólinn. Sýnum það bara á samfélagsmiðlunum, Snapchat, Instagram, Facebook. Bara hvað er gaman að vera í leikskóla? Hversu gaman er í raun og veru að hafa þau forréttindi að mæta í vinnu og leika við börn? Það er bara... Þessar tæru snilldar gullmála? Já, ég meina, ef það er einhver nemendahópur bara í gjörvalli heiminum sem að gefa meiri svörun, það er engin. Þau gefa leið hvort þau séu ánað, glöð, reið, pirruð. Sumir dagar geta verið alveg ferlega erfiðir þegar að börnin eru fúl við því. En svo er, sko, sem betur fer, eru af 365 þá eru þau kannski svona 360 sem eru bara æðislegir því að það er alltaf gaman hjá þeim. Þannig að þið notið svona samfélagsmiðlana, sýnið bara svart á hvítu, svona er þetta gaman og svona er þetta spennandi og ögrandi og allt það. Já. Og er þá hægt að fylgjast með ykkur undir einhverju? Við erum bara á Snapchat undir Járnkarlarnir. Það er náttúrulega ekki íslenski stafir þar sko. Nei. Og Facebook er það bara Járnkarlarnir og Instagram er það Járnkarlarnir. Við erum bara ekkert að hafa þetta neitt frekar flókið. Nei. Við erum bara þarna. En við náttúrulega sökum persónuverndarlaga að þá sýnum við ekki börnin sko. Það er eiginlega bara okkur og okkar starf. Við erum svona að sýna fram á hvað við erum að gera og hversu gaman er að gera, sýnum kannski verk eftir börnin, hvað við erum að gera og eitthvað svona. Og svo ræðum við svona til og frá svona hvað mætti betur fara hér og þar en reynum að halda þessu svona í raun og veru á mannamáli og skemmtilegt bara. Og getið þið eitthvað fylgst með umferðinni? Er það ná til fólks eða kannski er þetta bara svona í starthólunum og þess vegna er það að kynna þetta svona út allt í öllum fjölmiðlum eða hvað? Nei, alls ekki sko. Nú er í raun og veru eins og snjóboltinn sé að stækka. Já, frábært. Því að við höfum verið að fá alveg, sko við erum með nærri 2000 fylgjendur á samfélagsmiðlum. Já, frábært. Og við höfum verið að fá alls konar fyrirspurnir og fólk að stoppa okkur hér og þar allavega en að mig. Ég veit að Eysteinn hefur gert fyrir Eysteinn líka. Og spyrja okkur bara út í hitt og þetta. Hvernig er það að vera leikskólakennari? Og það sem er í raun og veru skemmtilegast fyrir mig er að þegar karlmenn og ungir strákar eru bara hvernig er þetta og hvernig eru launin og svona. Það er náttúrulega yfirleitt alltaf fyrsta spurningin og enn launin. Þannig að þá verðum við bara vera með svar á reiðum höndum. Já. Eru þið eitthvað að fara og kynna þetta í svona framhaldsskólum eða í einhverjum svoleiðishópum? Þessi fólk er svolítið að velja sér svona framtíðarstarf? Já, við höfum svolítið verið að vinna með, ég hef verið að vinna með háskólanum hérna. Já. Að vera með, þetta kallar þetta starfamessur. Akkúrat. Já. Og þá er ég verið að messa yfir líðnum hvernig gleði og skemmtun er að vera leikskólakennari. Til dæmis núna síðast, hvað var það, 1. febrúar, þá var staframessa hérna og þá var ég með bara svona litla kubba og bauð krökkunum að leika sér. Og það var svo gaman að sjá þegar þau þorðu að fara að leika sér, það var svo rosalega gaman. Og ég sagði, hugsið ykkur að þið vinnið við þetta. Bara, í raun og veru samt, sko, leikskólakennsla er nú ekki bara að leika sér, en það er þetta frelsi að vera með börnum og fylgjast með börnum þroskast og fylgjast með börnum verða
verða betri einstaklinga frá dag frá degi. Það í raun og veru það sem gefur þessu starfi gildi. Læra og leika. Læra og leika. Eitthvað svona framundan sem þú getur sagt frá, þið heldur bara áfram að kynna þetta svona í samfélagsmiðlunum eða eru þið með eitthvað svona... Erum við með eitthvað í farvatninu? Já, eitthvað svona sem þarf að segja frá meira. Já, þetta í raun og veru það sem að snýst um. Það í raun og veru bara að kynna hvað starfið Við erum bara þeir eru lukku aðnjótandi að ná augum ykkar, sjónvarpsstöðva. Við vorum náttúrulega þarna eins og kannski... Þið voru í fréttunum í gær? Jú, við náðum í fréttunir í gær og svo hefur verið eitthvað að vera að spurjast fyrir fleiri sjónvarpsstöðvum, sko. Þannig við erum bara að hjálpa ykkur að boða þetta fagnaðar erindi. Já, við bara þiggjum það með þökkum því að auðvitað samfélagsmiðlarnir mjög notadrjúgir. En sjónvarpsmiðillinn ennþá stæðstur, sko. Við hvetjum bara karlmenn, unga sem eldri, að bara íhuga alvarlega þetta starf ef þeir eru eitthvað að spá í að annarkvort að breytum starfi eða bara hvað þeir að gera þeir orðnir stórir. Akkurat, því að við þurfum fleiri karlmenn og líka bara fyrir samfélagi gott að ungur drengur sem að koma upp úr grunnskóla, hann hafi ekki áhyggjur því hann megi ekki samkvæmt samfélagsviðmiðum vinna við það sem hann langar til að gera. Nákvæmlega. Hann á bara að vinna það sem hann hefur áhuga á. Akkurat. Þetta eru fín lokaorð. Takk kærlega fyrir komuna og gangi ykkur vel ykkur í atkvöldum. Já, takk kærlega. Já, þar hafið það, strákar, beint í leikskólakennarann. Takk fyrir samfylgdina í kvöld. Gaman að vera með ykkur í eitt og annað af föstudagsþáttum. Við sjáumst í næsta þætti.